Halldór, þessi var ekki léttur hjá okkur. Geturðu sagt mér hvað þið gerðu til að ná í 2 stig í dag? Já, bara, ég veit það ekki eins og það var alveg lélegasti sigurleikur sem ég hef bara tekið þátt í sko. Ég held að sé bara, ég sé ekkert eitthvað illa séð að segja að við séum bara með meiri einstaklingsgæði, skilur við, þannig að erum með atvinnumenn sem hafa spilað á mjög há stigi og svona sko, og auðvitað eiga þeir bara klára þetta, skilur við, en leikurinn var alls ekki fallegur hjá okkur í dag og við þurfum alltaf að vinna svona leiki líka sko, en við höfum að geta gert töluvert betur og þeir ýttu okkur bara að vera harðir, skilur, og fengu það að vera harðir og nýttu sér það vel sko. Hamarsliðið ykkar í Hveragerði, þessi sigur í kvöld og svo sigur í síðasta leik í toppslag á móti Ármann. Hvað eru nokkrir sigrar í röð núna? Því siglið hraðbyggðir hérna í efstu sæti töfluna? Já, ég meina við erum búin að vinna en við erum brotættir, við getum ekki verið að setja svona leiki saman og við þurfum að gera svo vel að manna okkur upp og gera betur á æfingum og við getum ekki boðið upp á svona varnarframmistöðu aftur. Við náðum að redda þessu hérna svona í fjórða, samt skoraði 24 stig á okkur eða eitthvað. Þannig að, já, ég meina það er spurning ef við höldum þessi áfram þá hvað þessi sigurbarátta heldur lengi. Ég meina við þurfum bara að Breiðablik næsta leiku og við þurfum að gera töluvert betur til að ná minni það, sigur það. Til þess að komast upp í bónusdeildina þá var náttúrulega öruggast eins og KR gerði í fyrra bara að taka fyrsta sæti og þið hljótið að vera með öll augu á því sæti. Sko fyrir mér þetta bara næsti leikur. Mér langar bara að vinna næsta leik. Mér langar að setja saman góðan körfubolta og við erum með hóp til þess að geta spila góðan körfubolta og við eigum að geta gert vel á sóknar og varnarvelli. Ég veit alveg þetta er 95 stig, 88, ég meina við vorum bara lengi vel hérna ekki, ég veit ekki, bara ekki mættir. Og jú, ég meina, fyrsta sætið, ég meina það væri draumur, en við verðum að fókusa bara á næsti leikur. Hvað ætlum við að gera á móti Blikunum næst? Hvernig ætlum við að ná sigri þar? Svo ræðst þetta bara í lokin með þessi deild er svo gjörsamlega galin sko að það eru 5 lið sem nánast bara í fyrsta sæti núna sko. Þannig að ef ég færi að stressa mig mikið að ná þessu fyrsta sæti þá myndi ég ekki ná að sofa núna fram í mars. Þannig að við erum bara róleg og tökum eitt í einu.